Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Við viljum að skoða safnlinsuna í dag og sjá að ef að við síða linsuásnum og fer út í gegnum brennipunktinn sem hér og við skulum velja annan sem að fer bara í gegnum miðja linsu og þá telst hann fara óbrotinn í gegn og þar sem þessi tveir geislar skerast, þar kemur myndin. Við gætum líka valið hérna þriðju leiðina og þá verður skurðpunktur væntanlega á sama stað. Já, hann verður það. En linsuformúlan, hún hérna einn deilt með fjarlægð hlutar frá linsunni, það var þetta A hérna, pluss einn deilt með fjarlægð myndarinnar, það var þetta B hér, er jafnt og einn deilt með fjarlægð brennipunkts frá linsu og það svo sem hægt að taka það hvorum megin sem er. En ef að útkoman fyrir B er jákvæð þá kemur raunmynd eins og hér sést og það þýðir að það er hægt að birta hana á blaði eða skermi og það þýðir að myndin sést hérna í alvörunni. En ef að B er neikvæð, það þýðir að þá fáum við sýndarmynd eins og kemur fram hér á þessari mynd hægra megin og þá verður myndin hérna ekki sýnileg á blaði heldur einungis með því að láta augað beina geislunum hérna inn á sjónhimnuna en sýndargeislar þar sem þeir skerast þar birtist myndin. Hlutfallið sem er hérna hæð myndar deilt með hæð hlutar er kallað stækkun og hægt er að reikna það með B deilt með A, fjarlægð myndar deilt með fjarlægð hlutar frá linsu. Og við skulum skoða hérna dæmið. Hér eigum við að finna hvar myndin er stödd. Og við skulum grípa vopn okkar og segja að 1 deilt með A plus á að vera jafnt og 1 deilt með F. Þar sem A og F eru þekkt, þá ætlum við að finna hver er stærð B. Svo við byrjum á því að einangra 1 deilt með B með því að draga 1 deilt með A frá báðum megin og svo getum við svo sem séð að til þess að finna B-ið þá getum við sett bara báðar hliðar í mínus fyrsta veldi að því að ef að 1 deilt með B er í mínus fyrsta veldi það þýðir það að við fáum B-ið út og þar með er B-ið orðið svíinn 1 deilt með F mínus 1 deilt með A í mínus fyrsta. Ef við setjum tölurnar inn þá fáum við að B er sama sem svíinn 1 deilt með brennivítinni sem að hér er 15 mínus 1 deilt með staðsetningu hlutarins eða kertisins það var 22 setjum þennan sviga í mínus fyrsta veldi og fáum að fjarlægð myndarinnar er 47,1 cm frá linsunni. Til þess að finna stækkunina þá getum við bara einfallega tekið hlutfalli B deilt með A B deilt með A og í þessu tilfelli er það 47,1 svona 47,1 og deilt með fjarlægð kertisins 22 og útkoman úr þessu 2,14 föld. Þetta er rúmlega 2-föld stærð myndar miðað við
upphaflega hlutinn. Skulum kíkja hér á annað dæmi. Þar erum við með 7,5 cm stórt kerti. Nú við grípum vopn okkar hérna, 1 deilt með A pluss 1 deilt með B saman sem 1 deilt með F. Við vitum A, við vitum B og við vitum ekki B. Þannig að við einangrum B-ið og gerum það bara alveg. Í þessu tilfelli getum við bara sagt B er sama sem svíin 1 á móti F mínus 1 á móti A og allt í mínus fyrsta. Setjum inn. Við erum 1 á móti 25 mínus 1 á móti 12 allt í mínus fyrsta veldi. Við fáum út að B sé mínus 23. En af því að B er mínustala, þá verður þetta sýndarmynd. Þetta verður semst ekki mynd sem hægt er að skoða á pappír. En þá skulum við skoða stækkunina og segjum aftur að hæð myndarinnar deilt með hæð hlutarins, þessu tilfelli kertis, er B deilt með A og ef við tökum núna hæð myndarinnar og þá margföldum við með hæð hlutarins báðum megin, svo við erum með B deilt með A sinnum hæð hlutar. Það þýðir að við setjum inn tölurnar og B-ið er 23, A fjarlægð kertisins frá linsu 12 og hæð kertisins í alvörunni 7,5 og út af þessu fáum við að hæð myndarinnar er 14,4 cm. Nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á þessum 4 æfingadæmum og 2 af þeim koma lítið breytt í næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.